Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kosta kjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Það fjölbreyttur þáttur framundan. Tónlistarmaðurinn og söngvarinn Björgvin Halldórsson á leiðinni í Bítlabæinn eða þannig. En það verið að opna sýningu honum til heiðurs í rocksafninu í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ. Þó líði ár og öld. Við hittum Björgvin og ræddum við hann sýninguna og ferilinn. Hvernig tilfinningin að vera í Bítlabænum? Nú er maður loksins búin að meika. Já. Ha? Okay. Já. Helguvíkurhöfn að verða einn af áfangastöðum Eimskipa. Reykjaneshöfn vonast til að Helguvíkurhöfn verði öflug inn- og útflutningshöfn fyrir Suðurnesin í framtíðinni. Já, við vonumst til þess að þegar Eimskip eru að sigla hérna reglulega að þá verði jafnframt aukning í öðrum flutningi á þeirra vegum, hvort sem það innflutningur eða útflutningur. Við höfum allavega aðstöðuna til að taka á móti því þegar við verum aðeins komin lengra í þessum uppbyggingaferli. Já, ferðaþjónustan á fleygiferð á Suðurnesjum eins og víðar og nú eru hafnirnar á Suðurnesjum að skoða möguleika á móttöku skemmtiferðaskipa á svæðinu. Reykjanesi hefur upp á alveg feikilega margt að bjóða og þeir náttúrulega megum ekki gleyma því við höfum hér þann stað sem að flestir útlendingar heimsækja sem Bláa lónið. Við lítum inn til Læónessa í Keflavík en þær eru með öfluga fjáröflun fyrir jólin. En þær hafa verið duglegar í líknarstarfi mörg undanfarin ár. Æja, Björgvin Halldórsson. Við erum hérna á heimaslóðum Hljóma, Rúnars Júlíussonar heitins vina þíns. Já. Og hér verið að setja upp mikla sýningu þig. Hvernig er tilfinningin að vera í Bítlabænum? Nú er maður loksins búin að meika. Já. Ha? Okay. Já. Það er gaman að koma hérna. Mér finnst þetta alveg til bara æðislegt hjá Bítlabænum að halda þessu úti á meðan verið að loka söfnum út allan bæ. Það er bara að vera stoltir af þessu og við erum stolt af ykkur. Þetta er bara æðislegt og þetta er vel að þessu staði. Tómas og Kóðir sjá svo vel þetta og mér finnst bara gaman að geta loksins tekið þátt í þessu af því ég áttu nú svolítið þátt líka í sögu margra sem að koma hérna fram eins og snillingarnir hérna í Hljómum loksins komst ég í Hljóma. Já. Hvernig er líka svona tilfinningar að fara að núna það er verið að taka saman ferilinn í einni sýningu? Er þetta ekki svolítið ókveikjandi ef ég spyr þannig? Jú, þú getur alveg spurt það. Maður kannski líður eins og safngripi. Ungur árum ennþá en það að vera að taka saman svaka feril hérna og... Þegar svona er tekið saman þá gerir maður sér grein fyrir því býtu er ekki allt í lagi með þennan mann. Ég meina hvað er í gangi? Hvað maður er búinn að gera í gegnum tíðina? Það er ótrúlegt. En að gera allar þessar plötur hérna sem eru á veggnum og allt þetta gerir maður ekki einn. Þetta gerist bara að því maður verður svo heppinn að vinna með svo frábæru fólki sem að maður stendur á herðunum á risum. Og hérna það er náttúrulega bara alveg æðislegt. Þetta er svolítið sérstök tilfinning og líka gaman að þessu. Það er verið að setja hann upp og hún verður tilbúin á laugardaginn. En segðu mér nú aðeins að við förum aðeins kannski út í ferilinu og ég veit að þetta er erfið spurning. Þannig þegar ég sé hérna fullt af plötum frá þér og þú ert búin að vera svo lengi að ég get ekkert spurt í hvað þið þykir mest vænt með það eða hvað er best. Það er ekkert hægt, ég get ekkert spurt hann. Nei, það er ekkert það. Það er búið að gera þetta er gefið út og þetta er farið út í eterinn. Já, einmitt. Og allt svona, en það eru ofsalega góðar minningar við flesta þessu. Svo HLH, Vísnaplöturnar, Brimkló, svona geti ég haldið áfram. Og Hljómarnir. Hljómarnir hérna. Segðu okkur aðeins frá því, hvernig stóð það því að þú dast inn í Hljómar? Þetta var svolítið gaman, Þannig var að ég var náttúrulega byrjaður að umgangast bæði Rúna. Ég byrjaði náttúrulega á því að elta Hljóman upp á Keflavíkurvöll. Ég og Óttar Felix. Og var í Póla Club og sjá þá syngja Beach Boys og svona. Við eltum þá var ég ekkert byrjaður í bransanum. Nei. Og svo ég og myndasafnaði það sem ég fórum að heimsækja Rúna heim til þess í litla herbergi á skólavíðinni.
Varstu þá ekkert byrjaður í Nei, tónlist? þá hafði ég bara áhuga, var að músík áhuga maður. Já. Og svo fór ég að tala við Gunna og svo, ég álpaðist bara þá því að ég hérna fór svona að vinna með þeim og umgekkst þá mikið og sérstaklega Gunna. Og svo fara þeir í þessa plötu, Hljómar 74, og fara til Bandaríkjanna og taka upp þessa plötu. Og Birgir Hrafnsson líka í bandinu, í rauninni í bandinu og kemur líka út. Og ég syng hérna eitt sólólag og syng í röddum og svona og svo komum við heim og ég man alltaf þetta er 74 sko. Það var rigning og örugglega einhver kreppa. Já. Það var einhver kreppa, enn ein kreppa. Já. Og hún öll á ensku þessi plata og hún var ekki alveg að ná í gegn sko. Nei. En æðir nú er hún orðin költari þessi plata sko. Já. Og hún er náttúrulega alþingis árinur með fánalitunum hérna. Og hérna, þá fæddist hugmyndin af Lonely Blue Boys. Já. Sem aldeilis sló í gegn. Þá hugsaðum við okkur, við skulum bara gera music for the people. Og syngja á íslensku. Björgvin, ef við förum frá Hljómar 74, skautjum hérna yfir skemmtilega duettplötu sem ég á einmitt slíka plötu frá þér, ekki skemmtilega. En þá er þetta einmitt heitið á sýningunni. Þó líði ár og öld. Og hvað er Björgvin gamall hérna? Þarna, þú getur bara að reikna, ég er náttúrulega fæddur 1951 og þetta er 1969-70. Já. Þá sérðu það. Þetta er unglingur. Já. Og þarna er ég í herberginu mínu á Álfaskeiðinu í Hafnarfirði. En er ekki erfitt að taka saman svona sýning? Jú, það er náttúrulega erfitt en það vill svo til að ég er nefnilega svo mikill safnari. Okay. Og byrjaði á því snemma og bræður mínu, sérstaklega elsti bróður minn, hann er nú einn bara aðal safnari landsins sko. Hann gefur safnarablaðið og er mikill safnari og það er mikið að dóti frá honum sem hann er bara, þú veist, skírnavottorðið mitt. Og til dæmis upprunalegi textinn hans Villa Vill við skýið, handskrifaður á honum. Þetta geymir hann allt. Og ég er með þetta gen líka og safna sko. Móðir mín byrjaði að taka svona taka blaða úrklippur og svona og svo tók ég við og fór og ekki bara mér, heldur að samferðamönnum, öllum sem að sko, og aldrei bara myndin, heldur bara síðuna úr mokkanum eða blaðinu, þá kosti sér, já þessi hljómsveit að spila og þorskastríðið leið sko, þetta er svona samtími. Og svo er ég svo mikill safnari að jaðrar við bilun að ég safna öllu, ég er með veiðidellu, ég á mikið af gíturum, þetta er náttúrulega nettbilun, en svo þegar ég beðið að fara í þessa sýningu, þá rennur upp fyrir mér, þarna er ástæðan fyrir því að ég fór að safna. Og svona dóti og það vill svo til að ég á öll plakkött, ég á alla myndir, myndbönd og allt þetta dót passa upp á þetta og mínir félagar og samstarfsmenn þeir hringja stundum í mig og segja, heyrðu, áttu þarna plakkatið eða myndbandið þarna frá 70 og ég man ekki þarna, jú, hvaða litur? Nákvæmlega. Þetta er bara allt til. Það verður einhver að sjá þetta. Já, en hérna aðeins þessa gítara því að í mínum huga einhvern veginn sé ég alltaf sem stór söngvara en þú náttúrulega ert liðtækur á hljóðfæri líka. Já, ég er bæði gítarleikari og gítareigandi. Já. Og þetta er nú sko, ég held ég eigi núna svona 46 gítara. Og ég byrjaði á þessu nema að því mér finnst þetta bara svo fallegi hluti líka. Þetta er svo flotti bílar, skilur. Og ég byrjaði, og þetta er ekkert slór þessi gítarar, þetta er allt top of the line gítarar. Og ég byrjaði að safna þessu og þetta er svona bara smá brot, það áttur að koma hellingur inn í viðbót. Og ætlar að sýna þetta allt saman? Já, það sko, ég ákvaða sko, ég er með geimslur.com, ég er með fullan bílskoðardóti, og þú veist, það er betra bara að leyfa fólki að sjá þetta, heldur en að hafa þetta bara allt undir lás og slá. Segðu okkur aðeins frá þessu fattaði hérna. Þetta er nú bara svona smá brot af þessum fötum sem verða hérna. Þetta er hérna í fræga, ef þú manst eftir umslaginu með Elvis, 25 million fans can't be wrong, Gold Lameis úti. Þetta létu sauma á okkur H.L.H. Já. Þegar við vorum á flottum, H.L.H. var svona skemmtadrið, Hall og Latti og ég, og við vorum allir í svona fötum. Bara allan bakka. Frábært, þetta er alveg magna. Já, svo áttum við svona rauð til skiptana, sko. Já. Og svo er hérna, og svo var leðrið alltaf vinsælt, sko, þetta er orginal jakkinn minn. Og svo eftir að koma fleiri, sko. Já. Svona föt sem ég hef verið í bæði sjónvarpi og svona.
og Change, ég man nú eftir Svo það Gallinn góði maður. Ha. Þarna ætluðu þið að fara í útrás og ætluðu... Við fórum í útrás. Já, fóruð í útrás, já. Fórum í útrás. Og þarna voru nú einhverju Suðurnesjamenn með þér? Já, heldur betur. Maggi Þór og Jói Helga, Siggi Karls og Biggi og Tommi Tom. Og þarna voru menn grannir. Þetta magnaður galli. Þetta vorum við bara, við gerum samningu í maí, komum fram með Bay City Rollers og svona og þetta var trendið. Stóri skór og svona, við vorum bara drifnið til klæskera, tekið mál bara og sauma á okkur og í gallan og bara svona eigin að vera. Já. En hafa menn eins og þú sem eru búin að vera ná miklum árangri í þessu, þarna var þessi draumur svona, hvernig ef þú horfið tilbaka, hefði eitthvað annað geta gerst eða voruð þið stutt frá því að eða var þetta kannski bara eitthvað? Nei, þetta var mjög flott. Við frændi Magnúsar Sigmunds var að styrkja okkur. Hann var svona kostandi fyrir bæði trú á þessu og hélt okkur uppi og við náðum samningi hérna. Að vísu var Maggi og Jói búnir að ná svolítið samböndum hana og við erum á samningi og gerum með heila plötu sem aldrei kom út. Kom bara 2 litla plötur út í miðju þorskastríði og hérna var ekki mjög vinsælt í Grimsby sko. Og hérna síðan bara tók þetta tíma og menn áttu fjölskyldur heima og svona og svo vorum við orðin svo blankir maður að ég man alltaf eftir því að það var komið þeir tímar að menn voru bara spurningum hver myndi vakna fyrst á mótnanum til að taka síðasta vítabyxið sko. Wow. svo þetta flosnaði upp og við fórum heim. En síðan fór ég aftur út. Og við gerðum vísnaplötuna og Ingemund Jensson og ég fann hús handa Gunnar Þórðar og ég bjó hérna í 2 ár sko. Og söngina með stöðmönnum, tætum og tryllum og allt þetta. Sko. Þannig að þetta er mikla að taka fyrir þessa sýningu. En það segir hún mikið, þú víst, og líði ár og öld, þetta er alltaf gott deiti. Þannig að þó líði ár og öld, það er líka gaman að segja frá því. Það er lagið sem að sló fyrst í gegn og lifir ennþá góðu líf og er svona signature lag fyrir mig. Og textinn sko stóð alltaf á plötunni að væri eftir Kristmann Vilhjálmsson og það var dulnefni, það var Hrafn Gunnlaugsson. Já. Hann gerði þennan texta og svo var ég einu sinni á ferðinu á Akureyri, það er nokkrum árum síðan, gott ef ekki ennþá, þá átti Bautinn, þá átti afmæli og þar var í gluggunum, þó líði ár og öld, Bautinn. Stólið sitt. Þetta er gott slógan. Já, gott slógan. Já. En svona bara, ég fer að sleppa þér, ég veit að ég var að spyrja erfiða spurningum með uppáhaldsplötuna, en þetta lagið eða eitthvað eitt lag svona sem að þú myndir segja að væri bónúmer 1? Já, ég meina það er ekki. Ég veit að það er Ég er búinn að hljóðrita bæði sóló með öðrum yfir 900 lög. Já. Sum eru kannski ekki eins góður svo önnur en ég er ennþá að taka upp en þó líði ár og öld er svona fyrsta hittið. Svo eru lögin sem að ég hef samið sem ég held svolítið upp á. Það er Skýið og Vertu ekki að plata mig, Riddari götuna, Útvarpinu heyrði ég lag. Ég meina, held upp á þau. Þannig að þú ert ennþá að og alveg á fullu, þannig lag? Já, ég er bara rock till you drop. Já, akkurat. Það er bara málið. Og menn eldast alveg vel í þessum bransa? Sko, það er bara löngu sanna sko, að tónlistin hún lengi lífið og heldur þér ungum í anda. Ég er alveg klár á því ef ég væri bara að hreinsa borð og jafn, þá væri ég orðinn svolítið þreyttur. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is
Lagarfoss, nýjasta skip Eimskipa, kom í sína fyrstu ferð til Helguvíkurhafnar seint á þriðjudagskvöld með vörugáma. Gámarnir eru fyrir afurðir úr kísilverksmiðju United Silicon. Þetta eru ákveðin tímamót hjá Helguvíkurhöfn því nú hefjast reglubundna siglingar hjá Eimskipum höfnina. Við þetta tækifæri mættu þeir Halldór Karl Hermannsson hafnarstjóri og Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri borð í Lagarfoss með tertu og færðu skipstjórunum Magnúsi Harðarsyni. Já, við vonumst til þess að þegar Eimskip eru að sigla hérna reglulega að þá verði jafnframt aukning í öðrum flutningi á þeirra vegum, hvort sem það innflutningur eða útflutningur. Við höfum allavega aðstöðuna til að taka á móti því þegar við verum aðeins komin lengra í þessum uppbyggingarferli. Þannig að það er möguleiki að annar út- og innflutningur bara fyrir Suðurnes farið þá fram Helguvíkurhöfn en ekki Reykjavík. Ég er ekki hissa þó verði svoleiðis í framtíðinni. Allavega ættu við að hafa tækifærin til að geta gert það. Þetta myndi minnka mikið umferðina sem þyrfti þá að fara Reykjanesbrautina ef við getum tekið svona eins og svona stóra gáma inn í gegnum Helguvíkurhöfn. Og Eimskip þeir eru að fara að koma hérna með stóran og mikinn krana bara strax á nýju ári svona til þess að undirstrika enn frekar að þeir sé að setja sig hérna niður. Já, þeir gerðu samningu United Silicon varðandi bæði útflutning og aðfermingu innflutnings hérna í Helguvíkurhöfn og til þess að geta sinnt í þá þurfum við að fjárfesta í ákveðnum tækjum. Þetta var mjög öflugur 100 tonna krani með góðum krabba og góðum armi og getur sinnt þeim skipum sem koma hérna með hráefni fyrir verksmiðjuna. Og samhliða því að þá náttúrulega gefast önnur tækifæri í tengslum við hann, þannig að höfnin verður að vera vel, ekki höfnin kannski sjálf, en hafnarsvæðið verður fara að vera vel búið tækjum. Þið eru að gera ráð fyrir svona í skipulaginu svona gámavelli hérna við höfnina. Við komum til með að byrja með að setja gámavöll hérna við afskipunarhöfnina hjá okkur, en í framtíðinni þegar við byggjum upp kantinn hérna í suðurenda Helguvíkurhafnar að þá verður það útskipunarkantur og þá munum miklu gámavellir koma þar í kringum. Og að annars konar skipum. Komum erlendra skemmtiferða og farþegaskipa til Íslands fjölgar ár frá ári. Á hafnasambandsþingi sem haldið var í haust kom fram að þessi markaður væri í stöðugri sókn. Þá sjá sumar hafnir fram á það séu komnar á tamp með að geta veitt öllum þessum skipum þjónustu. Reykjaneshöfn bauð til kynningar á möguleikum í móttöku farþegaskipa í vikunni. Þar flutti Björn Ingi Knútsson erindi en hann vann verkefni fyrir Fjarðabyggð fyrir nokkrum árum móttöku skemmtiferðaskipa á Eskifirði. Hvað þurfa samfélög að gera til að eiga möguleika á að taka móti skemmtiferðaskipa? Þau náttúrulega þurfa fyrst og fremst að hafa ákveðna hafnaraðstöðu til þess að taka móti skipum og ef hafnaraðstæðan er ekki fyrir hendi þá þarf að vera örugt lagi þar sem er skjólgott svæði og síðan þarf náttúrulega að vera ákveðin svona búnaður í landi, það þarf að vera hægt að gera eitthvað fyrir farþegana af skipunum og koma þeim á skemmtilega staði og söfn og áhugavert umhverfi í kring og svo framvegis. Þú skoðar þessi mál fyrir höfnina, fyrir Fjarðabyggð og hvernig hefur tekist til þar? Það tókst mjög vel til og þetta er náttúrulega starf sem heldur endalaust áfram. Þú þarft alltaf að vera að taka þátt í þessu markastarfi. En við byrjum þar árið 2010, þetta var kannski aðeins byrjað fyrr, en ég kom að þessu verkefni árið 2010 og fyrstu skipin komu 2012 og þetta fór svona fram úr okkar björtustu vonum. Við fórum líka svolítið nýja leiðir í markasetningunni, fórum í beina markasetningu og einnig notuðum við tækifærið og fórum í svokallaða staðarleiðsögn þar sem við vorum fyrst og fremst að horfa á það að geta verið með leiðsögumenn á svæðinu þannig að við þurftum ekki að fljúga þeim landshorna á milli til þess að geta tekið þátt í því að taka á móti þessum skipum. Nú sjáum við öll skemmtiferðaskip sem koma til Íslands, þau sigla hérna fram hjá Reykjaneskaganum en nær engin koma í höfn hér. Hvaða möguleika höfum við á að ná skipum í höfn hérna á Reykjanesi? Reykjanesi hefur upp á alveg feikilega margt að bjóða og þeir náttúrulega megum ekki gleyma því við höfum hér þann stað sem að flestir útlendingar heimsækja sem er Bláa lónið. Síðan eru náttúrulega hverarsvæðin hérna og það er hægt að telja upp svo marga hluti.
fara hér í kring og skoða söfn og annað. Þannig ég held að Reykjanesið sem slíkt hafi alla möguleika eins og önnur svæði á landinu að taka á móti skemmtiferðaskipa. Nú ef að það liggur fyrir að það eru að þjónusta þessi skip í framtíðinni þá hefur við áhuga að skoða það ásamt reyndar fleiri höfnum hérna á Suðurnesjum. Þetta var bara fyrsta skrefið í að skoða málið vegna þess að flóran ansi víðtæk. Hún allt frá því að vera úr 6.000 manna farþegaskipum niður í kannski 50 manna, þannig að við hljótum að geta fundið leið til að þjóna einhverju af þessu þannig að vel sé. Við erum náttúrulega með eitt sem ekki margir hafa og það það að við erum við hliðina á stórum alþjóðaflugvelli sem gerir það að verkum að það hægt að samtvinna ævintýraferðir með svona farþegaskipum við bara hinn ýmsu höfuðborgir Evrópu þar sem að farþegar geta flogið inn til að fara borð í skipið og svo aftur heim. En skipið haft að hluta til heimahöfn hérna meðan á þessum ferðum stendur. Lionessu-klúbbur Keflavíkur hefur í 20 ár aflað fjár til líknamála með sölu jólakransa sem hnýttir eru með sælgæti, sem að þessu sinni eru íslenskir konfektmólar. Hópur Lionessa var samankominn í húsnæði Rauða krossins í Reykjanesbæ í vikunni til að leggja lokahönd á þessa stóru árlegu fjáröflun. Konurnar í klúbbnum fara árlega fyrir jólin í fyrirtæki og til einstaklinga og selja kransana. Klúbburinn leggur mikla vinnu í þessa fjáröflun sem tekur 1,5 mánuð frá upphafi til enda. Já, við erum að hnýta kransana sem við ætlum að selja bæjarbúum og það er góð mæting hjá Lionessun. Þetta árleg fjáröflun sem við höfum haft í 20 ár og við treystum á að bæjarbúar kaupa okkur núna eins og þeir hafa gert alltaf. Við förum í fyrirtæki og seljum líka einstaklingum. Og hvernig kransar eru þetta? Þetta eru sælgætiskransar, vilt þú segja frá? Já, nú erum við höfum verið með ýmiss konar sælgæti gegnum árin, en núna erum við með íslensk sælgæti, undanfarin ár, 3-4 ár höfum við með erlent sælgæti, en vildum breyta aftur yfir íslensk sælgæti og Það er með fólk að láta vel af þessari íslensku vöru. Já, það lætur mjög vel á íslenskri vöru og að gera styrkja það. Og núna er það Freyju konfekt, með öllum litum, með fallegum slaufum og við erum bara ánægðir og það er gaman að starfa að þessu. Fólki tekur okkur mjög vel og allir ágóðir ennum til líknamála. Á síðastliðnu ári þá gáfum við 2,3 milljónir til líknamála sem var eingöngu safnað með þessum kransum. Svo við treystum bara á að núna fáum við sömu góðu móttökurnar og hlökkum til að bara hitta fólk í bænum og bjóða þetta sem við erum að gera. Þið eru að leggja mikla vinnu í þetta. Já, þetta tekur það byrja 1,5 mánuð frá upphafi til loka, þangað til við erum búin að afhenda allt frá okkur. Og við erum bara að keppast við allar sem einn að gera þetta sem best. Já, vinnan við hvert krans er líka mikil. Hún er heilmikil. Það þarf að búa til ringina og það þarf að hnýta slaufurnar og hnýta svo allt þetta konfekt á. Hvað er það að framleiða marga kransa? Það er kannski leyndarmál. Það eru það bil 400 kransar á hverju sem við höfum selt árlega. Þið náðu alltaf að selja allt? Já, selja allt. Og kannski með fasta viðskiptavini sem kaupa af ykkur ár eftir ár og er að leggja leið góðu málstað lið. Við erum búin að vera með mjög marga fasta viðskiptavini bara í áraraðir einlega frá upphafi en alltaf verið að bætast nýjir við. Þetta er líka tilvalið til jólagjafa fyrir þá sem eiga allt. Þakkum fyrir áhorfið. Minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað sem kemur út á 50 og er dreift öll Suðurnes og víðar á Víkurfréttavefinn vaff.is og fyrir kylfingana. Við erum að skrifa golffréttir alla daga vikunar. Kylfingur.is er það málið. Já, en við endum þáttinn á skemmtilegum svipmyndum úr körfuboltaleik Keflavíkur og Njarðvíkur sem var hér fyrir nokkrum dögum síðan, alvöru nágrannaslagur. Víkurfréttir sýndu leikinn beint á netinu á vaff.is og það var mikið fjör. En sjáuð þessar svipmyndir. Við þakkum fyrir okkur að sinni. Verið sæl. Adam Eiður. Já, vel gert. Já, hann er ekkert að hika við þetta. Þetta er rosalega flott að sjá. Þeir að koma svona ungi strákar inn á. Hann var að koma inn á.
Hann sagði, mér er alveg sama, hann bara tekur þrist, bara leið og kemur inn á. Það er mikið skita þessi strákur líka. Davíð Páll. Vel gert hjá Davíð. Hann er risi meðal drengja hérna í teiknum. Davíð er bara, eins og sér þegar hann er að snúa sér af þeim, hann er bara miklu þyngri og þeir... Sóknarvilla dæmd á Bono. Það sé að Bono virðist vera orðinn pirraður hann. Það er ekki auðvelt að higa við Reggie og Gummi Jóns fyrir að skipta sér hlutunum líka. Það var dæmt ólögleg hindrun á Snjólf. Björn keyrir auðvelt sniðskott. Algjörlega upp í leið að Björn er búinn körfunni. að gera þetta mjög vel. Hann var mjög áræðinn í sínum þegar hann að sækja körfuna. Keflvíkingar virðast ekki vera jafn skipulagðir í sókninni og grannarnir í grænu. 6 sekúndur eftir á skokklökunni. Erfitt skot hjá Gumma. Já, gríðarlega. Steinleikur þó. Aftur eftir einstaklingsframtak. Þetta er skotið hans Gumma. Já, hann vil taka þetta allan daginn. Og hann flautar Leifur og hleypur þvert yfir völlinn til þess að láta Hjört segja Gunna að setjast niður. Af því að bæði aðstoðarþjálfari og þjálfari megi ekki standa í einu. Þetta er rosalegt. Já! Þetta er karfa góð. Þetta er ótrúlega tilþrif. Þetta var svakalegt. Þetta er snertimarki á Páli Kristinsinni. Karfa góð. Þetta var ótrúlega vel gert. Stúkan fagnar þessu. Þetta var svakalegt. Svona hefur maður ekki átt séð.